ætlum að fara í þessa liði. Við ætlum að vinna saman í skjölum, fara aðeins yfir hvernig við kannski helst undirbúum okkur og hvernig við svo förum að vinna þegar að skjalið fer þegar við ætlum að ganga frá því til prentunar og svo hvernig við setjum myndir inn. Best að taka af allar notifications hérna. Svona. En ég hérna notandi, ég bjóð til notanda handa mér í kerfinu sem heitir gestur í Emma, gestanotandi. Og hann heitir gestur í Emma. Inni í þessu OneDrive, þar bjóð hann til möppu með því að gera new og gerði folder. Og ég skýrði þennan folder bara hópavinna. Hann gæti þá heitið ritgerð í náttúrulæsi eða eitthvað þannig. Og það það bara einhver einn í hópnum, einn af þremur sem gerir þetta. Sjáðu þið? Hann fer þá hingað í hópavinnuna, smellir á punktalínuna og share og deilir þessu með einhverjum og hann var búinn að deila þessu með mér, Guðjóni. En hann gæti, Nonna, ert þú ekki lokuð inn? Nei, ég ekki sem þetta. Nei, allt í lagi. Þú heitir? Sigrún Sunna Helgadóttir. Fáum einn enn. Sævar Helgi Víðisson. Og ég stilli þetta þannig að þið getið editað. Þið megið setja dót inn í þessa möppu. Og sæl verið þið, hér mappan. Hér vinnumappan okkar. Gesturinn. Svona. Og þá hefur þessari möppu og því sem í henni sem hér eitthvað samvinnuskjal, verið deilt með ykkur. Við kannski sjá aðeins. Já, við sjáum það hérna á þessu skjali. Shared with Sigrún Sunna, Sævar Helgi og Guðjón Hauksson. Þið fenguð núna bréf í pósti inn í webpóstinn sem lítur svona út og kerfið sendir líka afrit á þann sem sendi skjalið. Gestanotandi has shared hópavinna og hér getið þið farið í hópavinnuna, smellt á það, þá opnast hún svona. Og og það væri mjög gott fyrir ykkur, sjáu þið, að taka núna þessa möppu, þennan stað á netinu og setja í favorite hjá ykkur. Og til þess að geta komist beint í þetta aftur seinna. Skiljið þið hvað ég á við? Þá myndi hvað ger ég þetta nú aftur í Chrome? Nota Chrome fyrir eitthvað lítið, bookmarks, að sjálfsögðu svona, og ég seti þetta inn í bara eitthvað bookmarks bar eða skólamál, og þetta samvinna með gesti, svona, done, og þar með þetta komið undir bookmarks hjá mér, undir skólamál, samvinna með gesti. Og hér, með þessari leið, kemst ég alltaf inn í þessa möppu og get til dæmis hlaðið upp myndum ef að ég hef fundið einhverju góða myndir eða einhver góð gögn inn í þessa vinnu. Þá get ég hlaðið inn hingað einhverju og við getum þess vegna verið með mörg skjöl saman en í rauninni langeðlilegast. Og það verið gaman ef þið kíktuð á þetta. Sjáu þið, hér
eitthvað skjal. Ég ætla að fara í Edit in Word Online. Sjáðu þetta. Að hér er regin munur á þessu tvennu. Edit in Word Online. Þetta opnar þetta bara í webnum, í browsernum, alveg eins og þið eruð vön kannski í Google Drive eða Google Docs. En síðan getið þið notað Word forritið sjálft, en það finnst mér vera langt best að gera ef við erum bara og vitum að við erum ein með skjalið. Þannig að hér í Word Online er fínt að vinna með þetta og væntanlega sýnir mér er enginn komin inn á skjalið ennþá. Hvað þetta require sign-in? Sævar Helgi mættur require sign-in þegar þú ert að deila sjálf. Það þýðir einfaldlega að þeir sem að fara inn á skjalið verða að vera búnir að logga sig inn áður. Og ég held mér þess að þú getur ekki, þú getur hakkað úr þessu en það verður alltaf þannig hér. Á ég að gera edit online? Já, farðu bara endilega í Edit Online og nú sé ég að Sævar Helgi er hér, sjáðu þið, inni í skjalinu og nú og Sigrún Sunna er mætt líka og nú ætlum ég að hafa heading hérna, hér er fyrirsögn, þetta er kafli Guðjóns. Hérna, og hér ætla ég kannski að vera að skrifa og kannski gæti Sigrúnarkafli hérna, þannig að það er ekki mjög gott að Sævar, verður ekki að kukla í mínu hérna og þannig að sem sagt það er langt best auðvitað að við séum að vinna kannski ekki alveg beint ofan í hverju orði hins. Þetta er það fáránlegt. Já, þau eru náttúrulega þessum þau kaflaskipta einhverju leyti, sko, þannig að það er einfalt einhvern að vera á, með einhver svona bíli inn í skjalinu og hver með sinn kafla og þá sjáum við alltaf hvað hinir eru að gera líka. Já. Og það er líka aðhald fyrir alla, heldur með að hver í sínu hotnið að gera sinn kafla og þú er að vera búin, já, það er búin. Já. Það er kannski bara líka veit þess að hann er ekki að vera búin að byrja. En ef hann er hérna inni, þá sjáum við það náttúrulega. Og sjáum hérna sko, Sigrún er búin að skrifa ble og jam. Sjáðu þið, og það finnst mér ekkert alveg allt í lagi. Þannig ég segi hérna komment sko, Sigrún, ætlar þú ekkert að fara að vinna í þínum kafla? Finnst þér þetta bara í lagi? Svona. Hér er þá komið svona komment hér. Hvað fórstu í kommentin? Ég fór í insert. Já, insert, já, þetta er bara það, já. Insert comment. Og eins og þið sjáu, það er miklu merkilegra sem ég er að skrifa. Já, ég hvað allir það, já, alltaf. Já. Það er svo gott. En ok. Þannig að og hér er þetta hægt að svara sko. Svona. Þetta er allt í gúti. Og þannig að hér höldum við saman vinnun okkar, samskiptum hugsanlega og svo framvegis. Svona þetta er nú búið að hughrista Sigrúnu og allt er fallið í ljúfa löð. Svona, og sjáu þið hér niðri hjá mér, hér stendur saved. Hérna. Og þetta er einfaldlega bara að skjalið vistar sig sjálft. Og hérna. Já. Já, og þá gerum við það svona. Þá förum við sem sagt, upp úr þessu skjalinu með því að smella á höfundin. Eða í rauninni, þetta er skjalasvæðið hans. Smelli hérna á gestanotandi. Erum við þá búin að segja það? Já, og þá er þetta vistað.
skjal eða möppu. Það sem ég gerði áðan var bara, ég byrjaði hérna í Documents hjá mér, var bara í OneDrive, hérna, og bjó til nýja möppu og svo deildi ég henni. Hér er ný mappa. Já. Mér kemur sko bara beint upp, eða svona bara svona vörðskjál. Það kemur ekkert svona Já, gerður ekki new folder örugglega? Yes. Og svo getið þið sett hvað sem er inn í þessa möppu. Hér er þessi nýja mappa og ég fer bara í share og deili henni svo með bara einhverjum. Það er kannski betra að hafa möppu til þess að ef þið viljið setja myndir og fleira dót þarna inn með. Þannig að ef þið bara eru með eitt skjal þá er það kannski snúnar að geyma myndir inn í skjali og svona með. Þannig að aftur sérst í hverja blaðsíða nefnda. Vegna þess að nú erum við í rauninni bara, Nei, ég er að tala fyrir mér. Það er líka, það er öllum, sko. Já. er það ekki þegar við erum inni í hérna Það er bara einn lágur að. online? Já. Sko, sjá. Var ég ekki inn, er einhver búinn að eyða út úr skjálinu eða? Nei, hérna. Koma þessi komment nokkuð inn í skjalið. Nei. Já, sko, nei, við bara eyðum þeim út og hérna. En sjáu þið nú ætlum ég að taka þetta skjal og nú hérna gæti ég og nú myndi ég vilja hérna biðja Sævar og þau að fara bara út úr skjalinu og segjum til dæmis að nú vil ég sem sérstakur hérna ritari hópsins, ég á að ganga frá því aðeins til prentunar skjalinu og þá tek ég bara, nú er ég með skjalið og engin annar. Chrome, krakkar, ég er að vinna hérna í Chrome, inn í þessu. Það er ekkert alltof, sjáu þið, það er ekkert alltof gott með þessu kerfi. Þannig ég myndi frekar vilja að þið notuðuð Internet Explorer, jafnvel Firefox. Ef þið eru í Mac þá mæli ég frekar með Safari eða Firefox. Chrome er bara einhvern veginn, og þótt mér sé að Chrome er mér sé byggt á Safari. Það hérna, er með sömu, það kallað engine. En ég ætla bara að drepa á þessu núna. Nú erum við erum búin að fara aðeins í þessa samvinnu hérna. Hérna, undirbúningurinn. Og þá ætla ég að, hérna, skoða, hvar er ég? Ég ætla að fara inn í... Hér myndi ég sækja svo bara skjalið sem við erum að vinna í og hérna segjum hérna follow documents. Ég gleymdi að sýna ykkur það að þið getið hérna þetta skjal sem að hérna sem þið voruð að vinna í áðan, ef þið viljið komast greiðlega í það líka, þá getið þið farið á það og sagt follow og þá komist þið mjög, sjáðu þið, follow tengilinn hér. Hér, þið farið í punktalínu hérna, aftur í punktalínu sem er hérna núna undir þessum flekka hér, hérna, og hér er follow. Og sem sagt svona, follow, og þá birtist skjalið ykkar sem þið eruð að elta uppi eða fylgjast með. Það er hérna birtist undir OneDrive og Followed Documents. Gestur deilur skjali, hér er til dæmis þetta samvinnuskjal. Og nú er ég sem sagt þessi, ég er ekki lengur gestanótandinn, heldur Guðjón. Bara ég sjálfur. Og nú ætla ég að gera edit in Word.
nú sækir hún skjalið. Sjáðu, hér koma kommentin hérna og ég fengi líka að vita hér niðri ef þið hér Sævar, Sigrún eða einhver færið inn í skjalið. Og ef ég veit að því að það eru aðrir inn í skjalinu á meðan ég er í Wordinu, sem sagt ég er í forritinu Office 2013, sem er svona desktop application, ég er ekki í vef viðmótinu, að þá skiptir miklu máli að ég sé alltaf að vista. Vista saman sem Ctrl+S. Þetta er mikilvægasti hnappurinn á lyklaborðinu sem þið bara hafið. Vista er sama og Ctrl+S. Í Macca er það Command+S. Allir með á því? Nei, bara og Ctrl og S. Það var ekki að gera það að maður er í þessu online. Nei, þá bara er hún að vinna. En sem sagt, ef að núna, sérstaklega, ef ég veit að þessir notendur hérna eru eitthvað að kákla í skjalinu líka, þeir eru kannski í online, en ég er í forritinu sjálfu, þá verð ég að hamast á Ctrl+S, Sævar, eða ef þú fer inn í skjalið, ertu þar? Farðu inn í skjalinu. Já. Það er það samt að breyta þetta. Þú sem komin. Já. Prófaðu að gera einhverja breytingu. Ok, hefur hann sem sagt, hann getur líka verið inn í Já. Word-skjalinu. Hann getur verið hérna vef megin í sem sagt online. Hérna. Það þarf að bara reglulega ekki vissum góðan að sáðu úr. Sjáðu þið, Sævar Helgi Víðisson er að vinna í þessu skjali. Hérna. Svona. Og gerðu einhverja breytingar. Það sem er að gerast núna er þetta að ég er með skjalið mitt hér á tölvunni hjá mér núna. Ég er búinn að sækja það inn í Word-forritið. Sævar Helgi er í skjalinu þar sem það er upp í skýinu og er að vinna. Og hann er samt sem á tengdur við þig. Já, nema ég þarf, sjáðu þið, nú ítti ég á Ctrl+S og sjáðu hvað gerist. Sjáðu þið. Ég ítti á Ctrl+S og þá fæ ég með grænmerkt hér hvað hann var að gera. Hann er sérst búinn að rugla í þessu öllu saman og er að rugla, ég þarf að fara að leiðrétta núna það sem hann er að gera. Hér er sem sagt Sævar Helgi og ég sé hann hérna undir, sjáðu þetta. Hér sé ég 2 höfundar og ég smelli og sé að Sævar Helgi er að þessu rugli og þá smelli ég á hann og sendi honum skilaboð. Hérna. Þetta ætti að birtast hjá honum ef hann er í vefviðmótinu, þá birtist þetta. Sævar bara farin að hlusta á eitthvað. Sjáðu, þá birtast svona skilaboð til Sævars frá mér hér uppi. Hvernig gerir maður svona kött á lyklaborðið? Frá sé. Já. Kannski gera hérna Ctrl+C er saman sem copy. Ctrl+X er saman sem cut. Ctrl+VAF er að paste eða líma. Svo ég en Sævar, nú skalt þú hunskast út og ég ætla að fá að hafa þetta skjali einn. Sævar er ekki lengur að vinna í þessu skjali
Mjög gott. Ok. Nú ætlum ég að taka bara allt út úr þessu skjali, henda því. Kommentin farin og allt. Og segjum að hér sé kafli kaflinn minn. Svona. Svo var einhver kafli frá Sigrúnu. Og svo var hann Sævar búinn að skrifa eitthvað. Sjáðu þetta. Look at that. Stafsetning og málfræði. Ég nenni ekki að fela þetta núna. Velja allt, þetta sé ekki hér einhvers staðar. Kanna ekki, ég ætla að losna við þetta rauða, svona. Ok. Hér er bara komin einhver dópía af texta. Og nú ætla ég, mér langar að biðja ykkur að fara og fylgjast vel með núna, þótt að sé að vera pínu lengi. En Þetta er mikilvægt. Já. Losnaður við þetta rauða. Ég valdi allan textan með Ctrl A eða slaufa A eða Command plus A. Þetta þýðir select Baka það sniður. all, yes. Og ég sem sagt valdi allt, smelti á íslenska og hakaði við, verði ekkert að kanna stafsetninguna núna. Hins vegar þá sjáu þið hjá mér hérna að íslenskan er með stafsetningu, hún er með leiðréttingapúka. Ég sótti mér einfallega proofing tools eða villupúka fyrir Office, Hvað eitt er en ég ætla ekki að fara í það meir. Ég verð að halda áfram aðeins. Þetta geta nefnilega því miður bara þeir sem eru með pjesa. Þeir geta sótt sér yfirferð á texta, leiðréttingar tól fyrir Office, en mér sýnist þetta ekki vera til fyrir Macan því miður. Þá, já, og ferum þá yfir textaðin? Nei. Ok, flott. Höldum áfram. Sjáu þið, hér er bara strípaður texti sem gerir ekkert. Og ég smelli núna, sjáu þið, hér á þennan takka hérna. Þið sjáu þetta örugglega líka í Macanum. Þetta heitir paragraph mark. Svo smelli hérna og þá sé ég nánar hvar ég hef smellt á enter og hvar, síðan sjáu þið, það eru svona punktar inn á milli orðana. Þetta eru orðabil, já, þetta sem ég hef slegið á bilslá. Og ég ætla að biðja ykkur, sjáu þið, ég vil gera það sem er bannað. Shift og enter. Til þess að búa til línubil. Shift og enter er einfallega bara harð bannað. Vegna þess að þetta eyðileggur textan ykkar. Já. Sjáu þið, nú ætlum ég að setja fyrirsögn hér. Er fyrirsögn kafla. Og svo ger ég aftur shift og enter. Svona ger ég þetta gjarnan. Því miður. Og nú ger ég Ctrl S og vista. Og hún hleður hér upp á SharePoint, sjáu þið.
Hún hleður skjalinu upp í skýið þegar ég ýti á Ctrl Enter. Og nú ætla ég nefnilega að fara að gefa þessum köflum titla. Þetta verður hérna inngangskafli eða kaflaheiti fyrir hérna innganginn. Hún fer í það með ykkur hún Gunnhildur hvað eru góðir titlar. Hér svo einhver meginkafli og ég ætla að hafa svo undirkafla í honum hér, undirkafli 1 í þessum kafla hérna og best að hér verði svo undirkafli 2 og svo kemur nýr meginkafli. Þetta eru fyrirsagnir og að lokum heimildaskrá. Svona. Og sjáðu nú hvað ég geri. Byrja að henda þessu. Kaflaheiti fyrir inngang. Fyrirsögn 1 eða heading 1. Svona. Finnið þetta í makkanum. Er ekki? Heading 1. Hér ætla aðeins að sleppa þessu hérna í bili. Bara rétt aðeins. Meginkaflinn þessi verður líka heading 1 og áttið ykkur á ég þarf ekkert að velja þetta. Ég þarf ekkert að velja þetta allt. Heldur bara að vera í svæðinu á milli þessa paragrafmarks og þessa hér. Sjáðu. Ég var bara með bendilinn hérna inn á milli. Svona og ég segi fyrirsögn 1. Nú kemur undirkafli. Það verður fyrirsögn 2. Annar undirkafli fyrirsögn 2. Nýr meginkafli 1. Og heimildaskrá. Og nú ætlum ég að kenna ykkur alt GR plus 2. Nei, plus 1 er sama og heading 1 eða fyrirsögn 1. Alt GR og 2. Nú fyrirgefið í pjesa. Það er örugglega hvað var það? Alt. Einhver finnur það fyrir mig á makkanum. Það er slaufa shift og 2 eða slaufa alt og 1 og 2 eða eitthvað þannig. Ég man það ekki. Nú ger ég alt GR 1, heimildaskrá 1. Svona. Einhver búinn að finna þetta í makkanum? Hvernig hann gerir Nei, ég held þeim svoleiðis við efnið. Sjáu þið nú ætlum ég að sýna ykkur. Þegar ég geri, þetta hérna átti líka að vera meginkafli. Fyrirsögn 1. Hvað gerist? Fyrirsögn 2, fyrirsögn 3, 2, 1. Sem sagt, þetta hérna, vegna þess að ég gerði allt með sig shift og enter, ég gerði bara það sem heitir break, line break, þá er ég ekki að skilja að þessa texta. Gerðu þetta aftur að venjulegu eða normal. Sjáu þið? Þetta drasl hérna, shift og enter, það er ekki að skilja neitt að sem sagt fyrirsögn frá meginmáli. Sjáu þið. Þetta hérna þýðir einfaldlega bara að allt heldur áfram. Þetta er sams konar texti alveg héðan frá þessu merki hérna. Þessu hérna og alveg hingað. Vegna þess að hér er paragrafmark og hér er næsta. Þess vegna ef ég gerir fyrirsögn 1 þá er ég að gera allan textan að því. Þannig að við þurfum að eyða út öllu þessu dóti. Svona. Ef þið eru með alla ritgerðina, 200 blaðsíður, fulla af þessu, þá þurfum við að gera, leita að því sem er
línubil, ég man ekki hvað það heitir á íslensku. Þetta dót, þetta ég ætlaði að gera find and replace og láta hana bara henda öllu út í einu. Ég man ekki hvað það heitir. Þannig ég geri bara enter, enter, enter. Er ekki allt í lagi, eða? Svona. Og nú get ég gert fyrirsögn 1. Eru þið með þetta kannski? Já, við erum með það. Heyriði. Nú er það útlit textans. Mér langar að gera það áður en ég fer í myndainnsetninguna. Að sjáu þið, hér eru fyrirsagnar, það líta út á ákveðin hátt. Hér er þetta normal sem heitir venjulegt og þetta venjulega er alltaf með eitthvað svona bil hér á milli þegar maður ýtir á enter. Og þetta bil sem kemur, sem fólk vill gjarnan ekki, að það er ástæðan gjarnan fyrir því að fólk setur break á þessa staði hérna. Er það ekki? Ég vil fá bara textan, greinaskil í næstu línu og þess vegna ger ég þetta ömurlega break. Þess vegna ger ég shift og enter á svona stað og svo inndrátt og eitthvað fólk fer alveg í köku með þetta. En þetta stillum við allt saman til inni hér, hérna. Þetta hér er það sem stjórnar útliti síðunar eða textans en ekki þetta drasl hérna. Þetta er bara nánast bannað. Skulum segja kannski skulum segja að þetta sé bannað. Hér. Þetta eigið ekki að nota. Format eitthvað drasl hér. Sleppið því. Allt í lagi með bulletur og fleira slíkt hérna. En þessu stjórniði hér. Og núna vil ég stilla venjulega leturgerðina hérna, þetta sem heitir normal, í Times New Roman, 12 punkta letur, 1,5 línubil og ekkert fjandans bil hér á milli. Og þetta er stílsniðið hér. Ég get líka fengið þetta niður svona og þið getið þarna í makkanum, þar er eitthvað sem heitir toolbox, það er einhver staðar hérna hjá ykkur, þið smellið og þá fáið þið svona flippa niður með tækjum og tólum. En nú ætlum við að móta þetta í eitt skipti fyrir öll. Ég smelli á stílsniði normal eða venjulegt, fer í breyta. Og þetta á að vera Times New Roman, 12 punkta letur, 1,5 línubil sem ég get gert hérna, en ég ætla að gera það undir format eða snið og paragraf eða efnisgrein. Svona. Og sjáu þið, þessi leiðindi hér, eftir, þá er bara sjálfstilt hér að 8 punktar eigi að vera á eftir efnisgrein. Þannig ég seti það bara í 0. Hvernig breyttir það línubil? Línubil er hérna, sjáðu þið. Hérna, þetta er mjög svipað. Að 1,5 línubil í lagi og sjáu þið, nú er öll ritgerðin komin í lag. Ég þarf bara að hafa þetta betri texta. Fyrir utan svo það að við þurfum að hafa þetta inndrátt svona eins og Gunnhildur hefur farið yfir með ykkur. Ef ég ætla að breyta fyrirsögnunum, ég ætla ekki að hafa þær bláar á fyrirsögn 1, þá breyti ég því bara
þetta á bara að vera svart eða mjög dökkt og sjáu þið, þá breytir hún þessu allstaðar. Undir kaflið þetta er heading 2, breyta og hafa það líka svona. Þá er þetta allt saman komið og bara rétt aðeins í, nú ætlum ég að gera Ctrl-Enter við heimildaskrána, þannig að hún kemur á sér síðu og hér er svo heimildaskrá, höfundur, ártal, ég er að bulla hérna, þetta er ekki hérna samkvæmt, ártal, titill, bókar eða vefsíðu og síðan er einhver slóð. Bók, svona. Og ég ætla að hafa eitthvað meira svona til þess að þetta fari hingað. Svona. Og geri aðra fyrir neðan sem er alveg eins, nema að hún byrjar á annar höfundur. Svona, hún byrjar á A. Og nú ætla ég að búa mér til hérna nýtt stílsnið sem heitir heimildaskrá. Væntanlega á ég þetta hérna einhvers staðar. Nei, ok. Nú bý ég mér til nýtt stílsnið. Nýr stíll. Hann má alveg vera byggður á hérna, sem sagt, venjulega stílsniðinu eða normal. En ég ætla að skýra þetta, heimildaskrá, og ég ætla að hafa bara eitt línubil. En þá þarf ég að taka efnisgreinina úr sambandi, nei, segja venjulega stílsnið úr sambandi. Það er til, já. Heimildaskráin mín, svona. Og nú hef ég þetta hérna bara svona, eitt línubil, Times New Roman 12, sniðið verður svona. Ég ætla að hafa línubil á eftir. Og svo er ég verðið með það sem heitir hangandi inndráttur eða... Ég spyrum þetta einmitt í morgun hvort að því heimildaskrá var svo þétt, hvort þetta ekki verið að bila á milli. Ég sagði einmitt einhvern veginn að það væri að stilla þetta. Já. Það er nákvæmlega þetta sem hann er að gera núna. Svona, í lagi, og núna segi ég, þetta hérna er heimildaskráin mín, og hún lítur þá svona út. Og þetta getur verið bara þess vegna... Þú veist, það var 12 punktur út á milli, þetta er alltaf þétt hjá þér. Já. Svona hefur þetta nokkur svona. Og ég ætla ekki að láta lesa yfir þetta. Þetta var hanging indent. Já. Svona. Gunnhildur vill hafa aðeins meira bil. Heimildaskráin, breyta, snið og efnisgrein aðeins meira. 12 punktar í lagi. Hún lagar þetta strax. Og svo ætla ég að raða þessu í stafrófsröð. Svona, og það er bara hér, hérna, uppi. Þessi takki hér, A til Z. Sára einfalt. Raða eftir efnisgreinum og hafa þetta hækkandi eða ascending, heitir það. Svona, þá setur hún öll A inn hérna. Það er að fara í myndin og það er það sem þú kannski... Ok. 2 mínútur eftir. Þá ger ég þetta á gríðarlegum hraða hér. Hér á að koma mynd. Til þess að caption eða myndatextin hangi nú með öllu, og þetta verði gott að gera þetta, þá ætla ég að setja inn töflu sem er 1 dálkur og 1 lína. Síðan ætla ég hér inni, þú sér þetta bara. Nú ætla ég að setja inn mynd einhvers staðar frá. Að leita að horse, svona, kemur einhver mynd af hesti, svona, svo setjum ég bara töfluna inn á þetta, smelli hér á töfluna
og eiginleikar töflu, segi textanum að fara í kringum myndina, svo smelli ég á myndina sjálfa og segi setja inn caption eða skýringartexta. Ef þið eigið ekki íslenskt orð yfir mynd, þá búið til nýtt merki og skrifið það bara mynd eða new label heitir þetta. Mynd 1. Svona. Hvernig settur myndunum? Mynd setji bara inn svona, setji inn myndir. Úr skrá væntanlega þá finn einhverja mynd og setja hana inn. En bendillin verður að vera inn í töflunni. Svo tek ég bara borderið af. Það ekkert svona insert picture í mynd. Jú, þú finnur það. Undir insert bara uppi. Og ég ætla að setja hérna eiginleikar töflu, taka rammar, borders and shading heitir þetta á enskunni, rammar og skygging og hendi út borderinu. Og núna komin þessi fína mynd, textin allt í kring. Draga hana til. Já, og ég get þá dregið þessa mynd hvert á land sem er. Og Textin fyrir með. já. Já, ég ætla að fara aðeins í það hérna núna hvernig ég set inn sjálfvirkt efnisyfirlit og hérna og sér síðu fyrir það og eins sér síðu fyrir forsíðu og síðan ætla ég að fara í blaðsíðutölu líka og þá erum við nú að verða svona komin að seinni hlutanum í þessu. Þá verður nú að verða tilbúið hérna. En hér sem sagt fyrir framan efsta hlutan í ritgerðinni eða í þessu skjali, ef ég ýti á Ctrl og Home, þá hoppa ég efst í þetta skjal og ætti að verða örugglega efst. Samanskapi ef ég gerir Ctrl End, þá hoppa ég alveg neðst. Svona Ctrl Home og hér í Windows í Word 2013 þá get ég búið til nýja síðu með því að gera Ctrl og Enter. Ctrl Enter gerir ég. Ýti svo aftur á Ctrl Home til þess að hoppa efst á þá síðu. Hér sem sagt sjáum við að hér hafa orðið til síðuskil og hér er fyrirsögn 1 sem að hún erfist frá þessu kaflaheiti hérna formúlanum af því ég gerði síðuskilin þar. En hérna ætla ég að setja inn sjálfvirkt efnisyfirlit. Það geri ég hér undir tilvísanir eða references eins og það heitir á ensku og hér er svo beðið efnisyfirlit. Og áttið ykkur nú á því hér að þetta efsta hjá mér allavega núna, kom mér aðeins óvart, efsti möguleikin heitir handvirk tafla. Og það er ekki það sem við viljum gera, heldur er það nákvæmlega þetta að við viljum láta hana gera þetta fyrir okkur. Við viljum hafa þetta sjálfvirka töflu. Þannig að ég smelli hérna á efnisyfirlit og sjálfvirk tafla 1. Svona, og þar með bara dettur inn hér efnisyfirlit og hérna, og maður er alsæll með það auðvitað. Þarf ekki að pikka þetta inn sjálfur með einhverjum punktum og blaðsíðutölum sem er alltaf að breytast. En hérna er þá sem sagt komið efnisyfirlit og nú ætlum ég aftur að búa til nýtt. Ég ætla að fara að búa til hérna forsíðu. Ég ætla nú kannski að byrja að gera þetta að venjulegu stílsniði hérna. Þess að óþarfi að vera með þetta sem fyrirsögn. Og nú ger ég aftur Ctrl Enter, Ctrl Home til að hoppa efst. Og hér er forsíða. Og þið mótið hana bara eftir því sem kennarinn segir ykkur. Það er ákveðnar hefðir fyrir því hvernig maður stillir til forsíðuna og þið gerir það bara. En ég er svo þá núna komin með skjalið mitt svona. Hér er forsíða, efnisyfirlit og svo ritgerðin hérna. Og sem svo myndi ég enda á heimildaskrá hér aftast. Sem sagt, Ctrl Home á forsíðuna
og efnisyfirlit og svo framvegis. Þá komið að blaðsíðutali og það ger ég hérna með því að setja inn, insert væri það á enskunni, insert eða setja inn blaðsíðutal og þetta nú gjarnan haft neðst á síðunni í miðjunni og aftur ræðið við kennarana bara það hvernig þið viljið hafa þetta. En ég ætla að setja þetta inn á miðjuna á neðst á síðunni og nú sjáum við, hér kemur sjálfkrafa inn blaðsíða 2 og það á síðunni efnisyfirlit. Hér fyrir á forsíðunni, þetta gjarnan þannig, þið sjáum nú að ég búin að búa til blaðsíðutalið, þá kem ég sjálfkrafa inn í þessa hönnun og hér hjá mér sjálfkrafa hakað við öðruvísi á fyrstu síðu. Á enskunni þetta heldur different first page. Þannig að ef ég haka nú úr þessu hérna, að þá kemur blaðsíðutala á forsíðuna. Sjáðu þið, blaðsíða 1 það forsíða, blaðsíða 2 efnisyfirlit. Ef ég set hakið í aftur og þá fer þetta á forsíðunni, en efnisyfirlitið hins vegar blaðsíða 2. Og þetta fyrir taugarnar á mörgum, þeim finnst að þetta, af því að það ekki blaðsíðutala á forsíðunni, þá ætti hún ekki að vera talin með. En við bara segjum þá, látum hann að byrja að telja á einum hérna. Og þá fer ég inn í, ætlaði það hafi verið, hvar var það nú? Fara bara hérna að setja inn blaðsíðutal og sníða blaðsíðutal, hérna, format, sníða blaðsíðutal og ég fer í hérna, byrja á og stilli það á 0, svona, og segi síðan í lagi. Þá sjáu þið, það ekkert á forsíðunni og á efnisyfirlitinu blaðsíða 1. Og þá þetta nú alltaf verða komið í himnalag. Blaðsíðutölin rétt og efnisyfirlitið og svo framvegis. Og það síðasta sem maður gerir nú örugglega áður maður prentar út, það að fara hér í efnisyfirlitið og uppfæra töfluna, allt saman. Þá hún ekki bara að uppfæra blaðsíðutölin, heldur líka að bæta inn nýjum köflum ef þeir hafa bæst við og svo framvegis. Þannig að uppfæra allt og allt í lagi. Svotan. Þá myndi blaðsíðutölin breytast hér og uppfærast og maður ýtir á print eða þá, eins og við gerum þetta hérna í Emma, þá myndi ég bara vista skjalið mitt, Ctrl S, vista og við sjáum vonandi hérna, sjáum ekki neitt. Ég hefði viljað sjá hérna að hún færði nýjustu útgáfuna upp á SharePoint, þarna þetta. Verið þeir að vista. Og hérna, þá síðan farið í það að búa til export eða flytja út PDF-skjal. Vistið það einhvers staðar og prentið það síðan í gegnum vefprentunum okkar. Svona nú það.